Kæri vinir, við erum alltaf að læra allt lífið. En við vorum að ræða saman, safnaða systurnar. Og ég var að segja frá reynslu vinkonu minna sem var komin á hættulegt stig á ofþornun. Og sem sjúkraliði upp á Landspítala þá sé ég oft tilfelli að fólki koma inn sem eru svo þurrt að það þarf að grípa til alls konar ráða til að koma vökva inn í líkamann. Og þið hafið heyrt þegar fólk vatnslaust út í eyðimörk og það fer að sjá offsjónir og þær eru að mörguleyti tengdar við það að líkaminn fær ekki vatn og heilinn sækir sér vökva innan líkamanns sem náttúrulega ekki hreinn eins og vatnið okkar. Og offsjónir og rugl í heilanum á sér oft stað hjá fólki sem sérstaklega með sýkingu í þvagi að því heilinn hann fær ekki hreint vatn. Og það mikið talað það í Biblíunni að hann leiði mig af vötnum og tær lind og konan, þið vitið, samverska konan, hún fekk þetta vatn á Kristi sem tákgrænt. Ekki bara vatn úr brunnunum, en þetta sýnir hvað eftir annað. Ég hef ekki talið saman hversu oft vatn nefnt í Biblíunni, en ef við fáum ekki vatn, þá bara hrynur líkamskerfið okkar. Og það er svona smá fróðleikur. Munið þið eftir að byrja daginn á að drekka vatn og drekka nægilega yfir daginn til þess að halda heilsunni í jafnvægi. Ég vil okkar að lesa 13. desember í bókinni Daglegt líf eftir Ellingi White og það ber yfirskriftina sem erfingjar erfum við ríkið. Og það líka nefnt í ríki, semst í sambandi við það ríki sem við erfum eða staðinn þangað sem við förum, að þar þessi lind, þessi þessi skínandi fallega vasslind. Komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erfð ríkið sem yður var búið frá grundvöllum heims. Fyrir framan hinn endurleista fjölda borgin helga Jesús opnar upp á gátt, perlu skreytt hliðin. Og þjóðirnar sem haldið hafa trúnað við sannleikann ganga inn. Þar sjá þær paradís Guðs, heimili Adams meðan hann var saklaus. Þá heyrist þessi raust segja, hljómfegur nokkur tónlist, sem dauðlegt manns eyra hefur nokkuð tímann heyrt eða numið. Barátta yðar á enda. Komið þér hinnir blessuðu föður míns og takið að erfð ríkið sem yður var búið frá grundvöllum heims. Nú uppfyllist bæn frelsaran fyrir lærisveinunum. Faðir, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér þar sem ég fer. Fyrir dýrð sína lítalausa í fögnuði ber Kristur fram fyrir föðurinn þá sem hann keypti með blóði sínu og segir, hér ég og börnin sem Guð gaf mér. Þeirra sem þú gafst hef ég gætt. Hvílík undur og endurleysandi kærleika. Hvílík sæla þegar faðirinn eilífi lítur á hina endurleystu og sér þar mynd sína. Ósamhljóðan syndarinnar fjarlægð og skuggi hennar brottnumin og mannkynið enn á ný í samræmi við hið guðlega. Þá munu hinir endurleistu verða boðnir velkomnir til þess heimkynni sem Jesús var að búa þeim. Þeir munu hafa samfélag við þá sem hafa sigrað Satan og fyrir guðlega náð mótað fullkomna leyndiseinkunn. Hver syndsamleg hneigð, hver ófullkomleiki sem hrjáði þá hér hefur verið fjarlægður fyrir blóð Jesú Krists. Þá veitist þeim ljómi og birta dýrðar hans sem tekur langt fram birtu sólarinnar. Og siðferðisleg fegurð og fullkomleiki lundernis hans skín af þeim og hefur langt meira gildi en ytri glæsileiki. Þeir eru lítalausir frammi fyrir hinu mikla hvíta hásæti og eiga hlutdeild í tign
og forréttindum englana. Þetta er dásamlegu texti. Skulum halda áfram.